komin í bókaboðið. Já, önnur bók búin. Önnur bók búin. Twisted Love. It sure was twisted, sko. Það var bók, sko. Já, það var bók. Ég var ofta á köflum sem ég hugsaði svona, hvað voru að biðja fólk að hlusta á? Sko. Ég fekk svona samviskupið fyrir þá sem eru með okkur í þessum bókaklúbbi. Já. Ég var svona, En ég veit sem það er sko verri bók sem við ætluðum að velja. Hvað var það? Já, en það er ekki spicy, mástu ekki. Þannig að, hvað heitir hún? Eitthvað, nei. Já. Hunting Adeline, já. Hún á að vera eitthvað bara fucked up. Já, Þessi er bara mjög spicy. Já. Og smá náttúrulega fucked up líka. En Já. alveg svona í endan þá svona sér maður hversu fucked up hún er. Bókin. Já. Þú veist, almennilega. Já. Það kom svona annan level of fucked up. Já. En mjög samt svona breath of fresh air að vera ekki að lesa eitthvað Colin Hoover dæmi. Já, þú veist, ég er sammála að það var ógeðslega næs að vera með einhvern annan rithönd. Maður er svona, þetta var ekki eins... Það er ekki sama uppskrift bara. Nei, já, ekki fyrirsjálegt og kannski Colin Hoover bækurnar geta stundum, eða manni finnst eins og maður þekkja hana það vel. Já, að manni finnst það, skilur. Ég er sammála, þetta var öðruvísi blær á skrifum og hvernig þetta var svona, já, sett upp. Já, og bara lengra og þú veist, meira svona að maður er alltaf að byrja saman á það bækur. Þú veist, believable romance, þú veist hvað ég meina. Að því mér veist alltaf, fólk fær ekki tíma til að vera ástfangið. Já. En þetta var actually alveg tími. Já, það er rétt, sko. Og mikið build-up. Mjög mikið build-up, sko. Og maður var alltaf eitthvað svona, ok, hvar er the twist? Og að því maður alltaf að, þú veist, þau eru bæði að fá alltaf svona flashback tilbaka. Þú veist, að hann í, alltaf bara eitthvað líkin í kringum sig, þú veist, fjölskyldinu sína og hún í, þú veist, vatnið og eitthvað. Hann var eitthvað svona, þetta tengist þetta, þú veist, maður vissi það allan tíman eitthvað, þetta tengist eitthvað. Ég var samt alveg lengi átt með, ég var ekki strax búin að fatta að hans flashbacks væri aftur í tíman, ég var stundum eitthvað, er hann að hugsa fram í tíman? Já, þau voru alltaf bæði að fá svona flashbacks, svona smá blackouts, svona að hann alltaf man allt með að HSMR eða eitthvað, þá er hann svona að hugsa, þá er eins og að sé að gera strax og hún fyrir svona blackout svona að maður veit ekki alveg, maður svona, já, hún er að dreyma, eða þú veist, maður fattar það bara því hún var alltaf að tala um mommy og eitthvað þannig. Já. En það var svona, já, alltaf bara svona nightmares sem gerast bara svona, skilur. Já. Þetta er eins og þetta væri bara bíómynd, þú veist hvað ég meina? Já, bara svona, og maður vissi, fattar ekki strax eitthvað, ok, það hlýtur að tengjast einhvern veginn. Þau tvö? Nei, bara þú veist, að þau séu bæði með eitthvað svona past, það tengist eitthvað. Ég vissi ekki að það væri að fara að tengjast, þú veist, fyrir en alveg endan þegar að Michael var eitthvað tengdur þessu, skilur, að hann var plottað allan tíman. Ég myndi að það ekki hug, sko. Þetta var bara svo mikið af plots. Já, ég held að það er meira. Það? Já. Hvað vantaði meira í þetta? Mér finnst það svo mikið. Ég var bara, þetta hefði ekki verið búið svona 5 sinnum. Að svo bara kom annað plott. Hennar plott var alveg svakalegt, skil. Það var ekki alveg pappina sem var að drepa hana og eitthvað. Það var alveg, og svo confrontationið og allt það. Svo kemur hans plott að, þú veist, allt þetta. Ofan á það. Já. Og svo er ofan í plottinu þar að það var ekki Michael, það var his uncle. Já. Og þú veist, já, bara svona alls konar svona plottar onni plott. Já. Ég veit það ekki. Ég veit ekki okkur ég var svona. Ég held líka bara því það var svo langt frá mómentinu sem að plotti var búið. Svo langt, svo var alveg heill klukktími eða 2 tímar jafnvel nánast af sögunni eftir. Þegar ég var svona, hvað kemur meira? Já. Þú veist, og þá kom eiginlega ekkert meira skilur nema Nei, bara svona finish. Já, bara eitthvað svona að reyna að gera mann spennta fyrir næstu bók skilur, þú veist, sem voru bara það síðustu 2 mínútur eða eitthvað. En ég veit ekki, þess vegna var ég svona, þú veist, já, ok, þú veist, mér fannst svo mikið eftir og var búin að heyra plott, skilur. Og maður vissi alltaf líka bara eitthvað, þeir alltaf fara að vera aftur saman. Löng bók, sko. Já. Þú veist, vanlega þessar ástasögur svona 6, 7, 8 tímar. Já. Þessi var alveg 11. Já. Alveg lengri. En ég fílaði það samt að, þú veist, hafa meira svona eitthvað dýft. Já, ég sammála. Mér finnst alveg nice detail og mér fannst nice, þú veist, mér fannst ógeðslega gaman hann í byrjun þegar það voru eitthvað svona Operation Emotions. Já, þú veist, þegar það byrjaði, þá var ég bara svona, þetta er bara svona, þau eru verið ástfangin og það mun springa alltaf og nú var að reyna þetta.
svo var þetta bara miklu meira dork heldur en það nokkuð tíma það væri svona típisk bók ég vissi ekkert að ég var að fara út í eitthvað svona þú veist, þetta ekki. Nei. Mér fannst ég alveg fatta að þetta yrði svona smá dark þegar, þú veist, að það er svo snemm í bókinni sem hann hugsar eitthvað 3 lík, blóð. Þá var ég eitthvað, ok, þetta... Já, en ég held að myndi bara koma sem flashback. Já. Ekkert eitthvað plott. Nei. Þannig þessar bækur yfirlega, það ekkert meira. Já. Það aldrei útskýrt svona almennilega. Einmitt. Það alltaf bara svona, já, og mamma mín dó þarna. Og svo bara ekki tala það meira. Já. Þannig ég var bara, já, það ekkert að fara að koma eitthvað. Já. Mikið meira þetta. Ég einhvern veginn bjóst alltaf við þetta, kannski maður líka bara vanur að þú veist, það er einmitt eins og, kannski maður bara vanur Colleen Hoover að því vorum að tala með einmitt í síðasta bókabúrstæti, hún oft gerir lítil dítil sem skipta miklu máli, fattar þau? Já, ég tengi ekki við það, mér finnst hún ekki gera það. Nei, þú veist. Mér finnst hún alltaf bara fara gegn grund ofan í allt. Já, mér finnst þetta bara svona eins og með hana, ef hún nefnir eitthvað, þá oft kemur það til sögu aftur. Já. Og ég var svona, þú veist, og í mörgum bókum það, þú veist, og sérstaklega það eitthvað svona flashback eða þannig að það var svona, ok, þú veist hann er greinlega dork og með eitthvað svona gett loka fyrir emotions hjá sér og en ég vissi ekki, þú veist ég vissi bara einhvern veginn að þú veist, þetta sem hann var að flashbacka í, það myndi örugglega einhvern veginn tengjast en ég var ekkert búin að pæla mikið í hennar ég var miklu meira að pæla í hennar dæmi. Já, það? Já með, þú veist, leikið og það allt. Já. Mér var það meira svona fyrirsjáanlegt heldur en, þú veist, ég var ekki að pæla í honum, þannig. Af því að, já, mér var hennar svona, af því að hún lúkkaði svona eins og main character. Já. Að hann myndi fara bara að grafa í hana og svo, þú veist, og hann sé líka með eitthvað dark twisted past. Og náttúrulega þetta agenda sem hann var alltaf með, sem var alltaf býðið til því, skilur. Já, maður alltaf býðið til því, já. En, já. Og ég var alltaf eitthvað svona, það eitthvað sem tengist hennar fjölskyldu? Já, þú veist, ég hugsaði, þú veist, bara, að þau maður ofta eitthvað svona horfa á spennumyndir eða lesa spennubækur, maður reynir svona að setja saman plotti áður til þess að, þú veist, til þess að reyna einmitt sjá fyrir sér og þannig ég var alltaf eitthvað svona, muni þetta eitthvað tengist þeim, skilur, því að hann var alveg, ég veit að hann og Josh voru besti vinnir en verður bara, já, ég skal passa systurina og taka gett alvarlega og svona eitthvað, er eitthvað more to it. Það var mjög skrítið. Fattur hvað ég meina? En ég var bara svona típisk gælubók, skilur. Já. Hann er bara eitthvað, bara mættastur. Já. Röddin. Já. Í honum var rosalegt, sko. Langar ekki að fletta upp hvernig þessu gaur sem lesa þetta. Við gerum það í endan. Að það? Ég hef ekki. Jú, já. Við erum ekkert að fara nummer 2 það. Ég held að náttúrulega næstu nummer 2 væri þá önnur saga. Það önnur saga. Já, það ekki. Jú, ég kíkti inn á Storytel áðan. Þú veist, og að því að inn á Storytel náttúrulega sé maður þú veist, þetta sé svona partur af sögu. Þetta er partur af, já, part 1 and Twisted. Þannig að þú veist, næsta er Twisted Games og þá sá ég bara eitthvað svona The elite bodyguard Rhys Larson has 2 rules og ég eitthvað svona, okay. Heitir hann í alvöru Rhys skrifað svona? Já. Ég hélt að vera skrifað þessu Reese's Pieces, skilur. Já, bara, Reese. Hver líkur að heyra annar Reese? Einmitt. Aha, ég hef aldrei heyrt það nátt fyrir Njakutar, sko. Nei, einmitt. Það er svona breath of fresh air að heyra smá Reese, sko. Einmitt. En þannig að það er greinlega næsta bók snýst greinlega já, Bridget og Reese. Guð. Ok. Já. Þetta huga var hana, sko, en ekki Reese. Nei, já. Hann kom svo lítið fyrir. Ég hugsaði einhvern veginn að hennar gamlið myndi koma aftur þegar tölum að elskuði hann svo mikið. Einmitt. En mér sýnist vera sömu, ég veit, við erum ekki að tala nummer 2. Já. What? That's confusing. Já. Getur þú playað smá það? Já. Hún alveg 13 tímar. Wow. Tantor Audio. A division of recorded books. Við byrjum alltaf eitthvað svo intro. Twister spin me. I stifled a laugh. Hvað gerst þetta? Rated by Cindy Kay and Aidan Snow. Aftur Cindy Kay og Aidan Snow. Það eru sömu lesendur. Veitu? 1. Bridget. Spin me. Master spin me. Hættu nú. Stifled a laugh on my bodyguard Booth's face as Leather the parrot squawked in his cage. Hvað gerst? The parrot's name said all you needed to know about his previous owner's sex life. Erstu að spank me það? Já. Found him amusing. Booth did not. Ok, hún talar aðeins öðruvísi en það mátti að heyra þessi saman gælan, sko. Já, og Aidan aftur sem Reese þá. Nei. Það má ekki. Hann er bara Alex. Já.
Hann lítur á með öðru í sér rödd að þau skera hann eitthvað breytt, sko, Já, ég trúi ekki öðru. hlýtur að vera Annars væri maður bara svo invested í Það var alltaf fyndið þegar þau voru að tala fyrir hvort annað Já, mér varst það svo, já það var svo áhugavert hann talar ekki svona Alltaf þegar við erum að leika kærastinn okkar þá erum við bara ég missi hvað maður segja Já Við erum aldrei eitthvað svona Birta, ég ætla ekki að hafa þetta í kvöld mat Birta, ég ætla ekki að hafa þetta í kvöld Við þurfum að byrja að romantæsa aðeins sambandi okkar kannski í bókur Kannski að því voru talar svona fyrir Já Það var mjög Já, maður gerir kannski ekki svona það var bara réttu með hóttu eða eitthvað Já Maður gerir aldrei bara við veit ekki hverju besti talaleikur Nei Kannski tala hann bara svona Ég var bara að gleyma hvernig hann talar Nei, já En þú veist, það má það kannski að fara að taka sér til fyrirmyndar að leika betur eftir þeim, ég veit ekki Já, kannski Ekki setja það alltaf einhverjum svona vælutón eitthvað Nei, en Jú, mér fannst, hvernig fannst þið bókin? Bara svona overall? Ég fílaði hann alveg, ég var að segja það. Já. Mér brá mjög mikið þegar hann kapal 26-25 með eitthvað í hljóðbókinni kom, ég var ræktinni og þetta var very spicy. Já. Extremely spicy og það, ég las svona, hvað heitir þetta, svona reviews inn á Storytel og það er eitthvað gæla sem skrifaði 2 af 5 spicy ég var bara, hvað er þú að lesa einhverjum minn? Ég hef aldrei hlustað á svona spicy Nei, þetta var rosalegt Okkur fannst akkurat spicy þetta var ekki róið þetta Nei, sem betur, þú veist kannski ekki sem betur fyrir, en ég veit ekki þú veist, þetta voru náttúrulega bara þetta var ekki margir kaplar Nei, það var einn stór Já, og hann var alveg langur Já, mjög langur Nei, hann var bara einn held ég En hann var rosalegur Já, hann var rosalegur og ég trú ekki hefur verið meðal almennings að hlusta á þetta Þetta var mómentið sem ég var svona hvað voru uppið að fólk koma að hlusta Já, bara ég fekk svona samviskubit Við erum að segja bara þessi bók er R-rated Já, ég fekk svona Það vera eitthvað svona mamma kannski hlusta á hvað sem er En þú veist þetta ekki Hvenær byrjar maður að hlusta á svona? Ég veit það ekki Maður getur alveg hlusta á svona Er það ekki það? Jú, já, veist En ég var að hugsa bara, eru bækur einhvern tímann R-rated? Já, bannaðar innan eitthvað Nei, það er ekki bara það, ég er bara svona, þú veist ég er bara svona, ég er ekkert að hugsa eitthvað endilega aldurshópin sem er að hlusta, mér er bara svona bara við literally dróðum þessa bók upp á hatti, sko, við sem 0 hana en það var svona sem að byrja ykkur að hlusta á klámbók Já, nei, sko, ég held þetta væri að fara að vera svona Colin Hoover type bók, sko ég vissi, og líka það var einhver sem komið þetta 2 af 5 spicy, það er svona Colin Hoover vibes, sko Nei Þessar lýsingar Líka, já, þegar hann er að lýsa þá er hann bara alltaf bara my cock Hún segir alltaf erection, skilur Já, hann segir svona my cock Já, maður er vanar að heyra konu lesa og lýsa og hún var ekki á móti bara his big cock Nei. En það var alltaf mikið alltaf eitthvað svona alltaf bara eitthvað, þú veist þegar ég þurfti alveg að spóla tilbaka þetta byrjaði, hún var ofan á honum í sófanum og eitthvað you're dripping on me Já, það var þarna þegar voru að horfa á bíómyndina það var svona fyrsta svona spice sem kom Ég þurfti líka að spóla tilbaka Byrju, hvað sagði það? Ég líka Með brásmá Ég bara, hann sagði ekki þetta Ég eitthvað svona, hann er ekki að tala um svita eða hún sé, þú veist, svona stressu hún hoppaði af honum og var gátt að vera splettur á lærinni ég var bara Are you talking about what I'm thinking you're talking about? Excuse me What is dripping? Já Ég þurfti líka að spóla tilbaka alveg svona, nei, ég veist eitthvað vitlaust bara eitthvað, Little did we know, sko Já, nei Hvað var bara coming for us Og þá var það náttúrulega gett vandræðilega eitthvað sofnaði, ekkert gerðist og svo var það bara Já, og svo vaknaði maður með hendina á tippinu á honum Já, það var, það var alveg svona Get your hand off my cock unless you plan to do something with it Já Þessi rödd, sko Ángríns Hún er rosaleg Sérstaklega þegar hann var að tala svona kinky, sko Já Þú veist, þá var maður bara, hvað er að gerast Já Ég var bara hjá mig, sko Ég líka, og var bara svona allra myrðana sofi og svo líka bara svona náttúrulega hvernig kynlíf hann vildi, maður var bara svona Þetta er náttúrulega svona alveg svona einhver kink hjá mörgum Þetta er svona, hvað heitir það, 50 Grey vibes Þetta var ógeðslega mikið fyrir utan BDSM, skilur Þetta var
100% submissive dæmi. Já. Hvað heitir submissive og dominant? Já, einmitt. Já, það er eitthvað típa. Það er bara mjög algengt, held ég. Já. Er það ekki? Jú, og þú veist, og einmitt, maður fekk oft svona 50 Shades. Ég hef aldrei lesið hana. Ég hef bara hort á það, Já, ég bara sé hana, þú veist, en maður fekk það vibe, skilur, hann er eitthvað svona businessmaður. Já. Hún en samt einhvern veginn svona aðeins yngra vibe. Já, alveg klálega, sko. Hún var 22 í college. Já, alveg klálega yngra, sko, en þú veist, það var svona, það sá blær var svona smá yfir. Nema hann er ekki svona dark and mysterious, hann það Christian Grey. Nei, hann er bara með BDSM-ið. Já, hann er bara svona dú, eitthvað svo bara, hei. Já, þú veist, það er það sjokk, skilur, það er ekki sjokk að hann sem er svona kinks, þessi, Alex. Skildu bara eftir opið. Já, ég veit það. En nei, hann... Við erum bara broadcastið fyrir alla já, satt, já. Nei, Alex sem er, þú veist, hann stark er náttúrulega bara en það kemur mann svolítið ekki óvart af því hann er svo dark and mysterious nú þegar. Já. En eins og fyrst þessu greið, þá er hann bara svona krútlegur. Þá kemur hann meira mann óvart. Já, hann er svona eitthvað svona hann er samt eitthvað svona business card, ekki? Já, en hann er samt ekki svona, ég sé fyrir mér sko a hunk of a man. Já, með þennan, Alex. Já. Ó, já. He's a large man. Líka því hún var alltaf að, þú veist, tala vöðvana og eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað baki á hann með þessu vöðvastælt og eitthvað. Stór. Og hann er alltaf bara eitthvað tiny little thing, eitthvað svona. Já, hún er eitthvað gett lítil, eitthvað. Já, small build, slim body, eitthvað. Já. Já, þetta er... Nei, sko, já, ég get ekki sagt þetta en það sko. Jú, hvað, jú. Nei, ég get ekki sagt það. Nei. Hvað? Það er bara svona í spicy kaplanum þegar hann segir eitt, það er svona, sem er svona í þessa áttund og þú hlýtur að minna eftir. Nei. Ég er ekki að segja. Jú, þú verður. Nei. Jú, þú verður. Er eitthvað hvað hann kallaði hana eða eitthvað þannig? Nei, hann var bara að lýsa henni hvernig hann sá hana og hann væri skiluru í fötum en ekki hún. Já, hún var hana allsbyrg bara hana. Já, og hann lýsti öllum líka spörtunum hennar. Já. Ok, það var ekkert sem ég man eftir sem er eitthvað svona. Já. En hann var alveg, já. Mitt. Það er svo fyndið, þetta er bara svo fyndið eitthvað. Maður fyrir bara hjá sér að tala um þetta. Þú varst náttúrulega í, hvað er rektin eða ekki? Já. Og ég var bara, ef þetta fer bara úr heyrnartólnum bara og blastast, þá var bara eitthvað the cum dripping, bara síðast bara alveg þessu, sko. Ég var bara og ég var alltaf, ég var bara að gera æfingu og svo bara er ykkur að horfa á mig Já, ángríns. Því þú að horfa á kring bara flissandi, sko, ég var svo skólastelpa. Já. Ángríns. Og það var alveg mikið til að svona blöskra, eða svona, ekki blöskra, mér svona láta mig fara hjá mér, sko. Ég var bara guð, en kannski var það því ég var ekki staðar. En ég held meira þegar ég væri heima að vasku upp, þá væri ég bara... Já, ég var heima, sko, og bara svona lapputum íbúðan og bara ganga frá þvotti og eitthvað svona, ég var bara svona, það kíkir bara ekki læst, bara eitthvað, þú veist, eru gluggatinn eitthvað of opnir að því að bara með þetta, ég er ekki með þetta, þú veist, þá bara sem ég var að hlusta. Það verður að vera með þetta í speaker, sko, þú veist bara að hlusta og kláma, eða þú veist, Já. Hvað segir maður? Jú, klám, já. Það var bara... Þessi kapli var þannig. Ég var einmitt bara því að ég var alltaf, þú veist, þetta er bara our job að hlusta á þessu bók, skilur. Já, klálega. En hvernig á ég útskýra fyrir Bensa hvað ég að hlusta á? Ef hann við áttum kveikt að mig, ég var í sturtu, bara að því ég var hann að klára bókina. Ég var bara, ef hann vaknar og kemur inn og ég er hlusta á þetta í sturtu. Oh my god, já. Þú veist aldrei hvað kemur næst. Nei, ég bara, já að því, þú veist, inn á baðherbyggi þú veist, það lítil gluggi þar sem næri bara svona fram á ganginn, basically ég var bara eitthvað lækkaði og labbaði bara með síma frekar svona heldur en, þú veist, ég veit ekki hvað, sett ég bara heyrnartólin á mér. Nei, ég veit. En mér veist, óþægilegt með heyrnartólin heima þegar ein heima. Já, ég skil það. Þú veist, bara svona, ég veit ekki, þú veist, þá finnst mér ekki svona no aware, lenti ég daginn. Ég er alltaf með mín. En ég lenti daginn, ég aldrei breyðið mikið, ég var að hlusta á svo bók og ég var með hann í heyrnartólunum og svo tók ég eitthvað svona smá pásu og kíkti á TikTok og lenti á eitthvað svona soundi sem var eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, aldrei fengið upp á furrypitsum mitt, þá var þetta svona, þú veist, það var bara svona mynd og svo var sound undir og þetta var svona, þú veist, experience for headphones. Já. Það sem við tala og þá bara búm, 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 bara bankað. Og mér brá svo mikið og ég var svo lengi að fatta að þetta væri TikTok-soundið, hljóðið, að þetta kom bara leið. Og þá var ég bara, ég get ekki verið með heyrnartólin heima. Bara ég var svo hrædd. Oh my god. En svo,
ef ég ein heima, þú veist, þá get ég það ekki. En ef að Gunni og Embla heima okkar, þá get ég verið meðskilu, þá finnst mér... En slekkar ekki bara á cancellation? Jú, ég gera það, sko. En þú veist, ef maður hvort sem einn heima, þá engin hljóð. Þá er svo mikið cancellation hvort sem Já, ég verð að hafa þetta hér, sko. Já. Þá ég svona inn í þessu. Já. Mér svona öðruvísi sound effect, sérstaklega, þú veist, með þessa bók. Já. Og líka sérstaklega með Akutar. Með Akutar er öðruvísi, þá finnst mér Já. En þetta var alveg svona, þú veist, þú vilt ekki, það er alveg fyndið, þú veist, ef þú pælir bara í þetta, náttúrulega bara bók, þú veist, fólk lesi þetta bara, þú örugglega eftir að sjá bara, þú fært útlanda eða eitthvað á bakkanum lesana. Ég þarf að vera bara, are you enjoying it? Já, bara á hvað kaplastu, bara, það maður sé núna TikTok þegar fólk er svona, she's probably on that chapter. Já. Ég var alveg til að horfa á eitthvað, lesi þetta, eða heyri þetta. Já, ég líka. En þetta er alveg svona, guð, bara... Þetta er rosalegt, sko. Já, þetta er svona einmitt mómenti sem bara maður myndi deyja ef það myndi aftengjast við eitthvað. Já. Einmitt, og bældi að þú ferði í bílinn og tengdi bílinn og bara blasti í bílinn. Það er ástæðan hverju tengja ekki bílinn með Bluetooth, sko. Ég er eftir að byrja að hlusta hljóðbækur. Hljóðbækur, nei, it's not safe. Nei, it's not. Nei, ég var alveg lent í að vera að keyra og hlusta okkur spæsi og bara svona pældi myndi lendi í árekstri. Var ekki eitthvað að segja ykkur lendi í því í árekstri? Eva var að segja ykkur að vinkunum sér lendi og hún var í ykkur Agatar-bókinni. Var það ekki bara aðal spæsi kablin eða eitthvað? Nei, þetta var eitthvað sem við höfum aldrei heist, eitthvað svona my cock slapping her, eitthvað my balls slapping her face, eitthvað. Já, ég var bara, það er vitlaus bók. Ég hef aldrei heist þetta. Nei, ég hef aldrei heist það heldur, en það er í ykkur Agatar-bók sem erum að vinna í. Já. En það er ekkert eðlilega vandræðalegt. Já, lendi ykkur áreistur þá er þetta bara í... Það festist eitthvað. Ég bara myndi deyja. Ég myndi ándjóks deyja. Sérstaklega með Twisted Love, sko. Ég myndi... hjálpi mér, sko. Og náttúrulega ball slapper face hljóma líka mjög kinky, sko. Já, það er, mjög. En sko, röddin hans plus það sem hann er að segja, bara, og pældi að vera svona, já, afsakið, eitthvað, nei, ég gæti. Ég þarf að hlusta þetta. Já, Ég var með þetta repeat. Já, nei, ég held ég myndi láta mig hverfa úr landi, sko. Getum við að spila smá úr kaflanum? Er þetta ekki kafli 22? Með minni 22, okay. Sko, ég held þau svo við séum ekki bara hlusta á hann 100 sem við síðan. Nei, ég er tjóka. Ég með minni 22. En þú veist, ég veit ekki alveg af hverju maður það, þú veist. Þeir sem eru svona að hlusta þennan þátt, þeir eru náttúrulega búin að heyra, sko. Já, ef það er 22, þú veist, annarkvært var 26, en ég held 22. Já, ég held líka 22, ég veit ekki okkur. Þetta er hann. Nei, hún. Já. Alex, it didn't take long for me to secure the penthouse and all but drag Ava into the luxurious suite. Já, þetta er hann. I was so fucking hard, my cock almost punched a hole through my pants. And the images I had running through my mind. Pældi þessu. Hvað er þú veist, Anna Huang, are you okay? Yeah, but what are you doing? Við langar að heyra hennar sögur. Já, mér líka. Eða er þetta bara fantasíur? Já, eitthvað. Þetta er rosalegt. Að skrifa líka fyrir kallmann. Mér gæti aldrei dottið þetta í hug. Nei. My cock almost punched a hole through my pants. Ég get ekki ímyndað mig hvað það er að vera með cock. Nei. Þannig ég vissi ekki að vera eitthvað svona a feeling to punch a hole through his pants. Já, hann er bara þrútinn. Hann er mjög þrútinn þessi, sko. Já. En þú veist, já. Og hún eitthvað svona... Alltaf þrútinn líka. Já, og hún eitthvað svona... Hún alltaf bara... Hvernig hann lýsir henni er bara eins og hún sé bara eitthvað mest tiny og petite manneska í öllum heimi. Bara alltaf með harða nipplu líka. Já. Bókin byrjaði bara hún með harðar, sko. Já. Og alltaf með harðar, sko. Alveg háur ljósin á bara... Nei, sko, ég sá þessa bók ótrúlega visualized fyrir mér. Bara eins og þegar þið eru í hótelherbygginu, hún er að útskýra þú veist, þegar hann er í símanum að taka hann aftan. Þá sá ég bara hótelherbyggi bara alveg fyrir mér og það var svona speglin í glugganum. Já, bara, þetta var mjög visualizing. Já, þetta var mjög visualizing. Og allir karakterinu svona, hún lýsir þeim svo vel. Já, hún er góð að skrifa, sko. Já. Og bara þú veist, besta vinkur hennar, hvað heitir hann? Jules. Já, hún er rauðhæra. Jules. Já. Þú veist, ég sé hana 100% fyrir mér og líka Bridget. Sé hana smá eins og Acquired Style, Bridget.
TikTokerinn. Já, vá, fyndið, já, Hún heitir Bridget. Já, mig. Hún svo ljósar svona. Já. Það var ein önnur vinkona, það ekki? Jú. Ég man ekki hvað hún hét. Ekki heldur. Hún kom voða lítið fyrir. Það var ein önnur, jú. Já. Það voru svona, jú. Ég man ekki hvað hún heitir heldur. Ætli bók 3 hver það, Jules það? Nei, John? Bróðurinn. John. Hann að lendi í einhverju ástæðævintýri. Ok. Sýndist mér, sko. Má sjá. Ok, líka með það með John. Josh, sorry. Josh, já, ég var líka bara Já. Með Josh. Ok, eitt sem að buggaði mig við þetta, þau voru fljót bara eitthvað að hætta að pæla í að pabbi þeirra var bara ekki pabbi þeirra. Já, það var, já. Að reyna að myrða hana á Og já, bara eitthvað, fór hann í fangelsi, það gerði svo hrætt, Já. þú veist. Já. Ok, já, hann fór í fangelsi. Hann fór í fangelsi og Josh fór bara aftur. Já, hann kom hann það. Já, Þau og áttu ekki- hann bara eitthvað, þú veist, ok. Ég ætla að fara aftur. Já, hann bara ekki núna mömmu nýja pappa, eða þú veist. Já. Ok, hún heldur, skilur. Já. Og þetta náttúrulega átti að gera svona náttúrulega allt mikið stuttu millibili. Já. En svo þegar að bókin er búin, þá flytur hann heim af því að hann vill passa upp á. Systur sína. Já, ég bara, þið voru að missa pabbi ykkar, Já, skilur. hann var bara að fara í fangelsi og... Já, þú voru að Já, það er reyndar, það er satt, það er mikið ógeðslega lítinn sens. Já. Þess vegna var maður líka svolítið bara svona, þú veist, hvað, það var svona brushed off einhvern Já. veginn og drifið sér í næsta plott strax. Þú veist, það var eitthvað svona, já. Þess vegna fannst mér sko Það fór þá meira inn í líka hausinu Alex á meðan. Á meðan hún var eitthvað healing vibes. Þá var hann að plotta allt bara. Plottir í plott, sko. Já. En ég sá bara allt svo visuál fyrir mig, bara alveg frá því, bara byrjun, bara Aston Martin bílinn, Já. rauði brjóstaldurinn, wet t-shirt, Já. næstu í crumble cookie búðin. Já, nákvæmlega. 100%. Og svo bara eitthvað partí eða eitthvað svona. Já. Og maður bara strax bara eitthvað, ok, þau verða hrifin okkur störu. Þú veist, maður fattar það strax, skilur. Bara frá því að hún labbaði inn í bílinn, sko. Já, bara Það er alltaf Alex taking me up. eins og við ræði, það er alltaf eitthvað svona emotionally unavailable dude. Every time. Og eitthvað svona gæn jolly gælla. Já, en þú veist, ef því að stendur eitthvað framar á bókinni, eitthvað, þú veist, he has a heart of ice, but for her he would do anything. Já. Og ég var alltaf að bíða eftir eitthvað svona, ég veit ekki af hverju, ég held að Ég er myndi þetta gera las það ekki meira. fyrir eftir á. Já. Þannig að þess vegna kannski vissuru svona meira svona, Já, bara þessi einu setningu, Já. þú veist, sem stendur á það. Þú veist, að ég las ekki, reyndi ekki les, þú veist, ég las ekki díteilana nei, en ég þetta storytell. já. Einmitt. En ég he has a heart of ice, but for her he'd do anything. Og ég var svona, ok. Já, literally. But you are mine. Já. Do you know what you got yourself into? Já. Hún bara, yes. Hello, sunshine. Já, ok, alveg, geta ekki sunshine, sko. Hún gat það ekki sjálf. Nei, svo elska hann það. Já. Og sagði hún saknaði þess. Já. Ég veit ekki. Eða kemur myndur, segi. Þú veist, við myndum að fá cringe ever bara lífsins þegar hann kemur hello, sunshine. Já. 100. Það er bara svo, En it's sko, við not the same as the verðum alltaf að book. hugsa, þú veist, að það kæmi myndir þessu, þá væri myndin skrifuð frá bókinni, ekki hljóðbókinni. Þannig að þú veist, það er ekkert endilega við fengjum mann sem myndi tala síðan. Það væri sko, ef það væri bara svona Christian Grey type of guy, þá væri ég svo disappointed. Já, hver geti það verið? Hver er svona dark... Jú, ég veit hvernig ég hugsaði um. Hvern? Hérna... Ég hugsaði bara AI af Rís. Að það? Já. Ég sé hann fyrir mig meira svona tanaðan heldur en Rís. Já. Sér þetta Rís fyrir tanaðan? Er það um Rís Ekotar, sko? Já, ég veit. Já, ég sé hann fyrir mér að tanna. Ha? Hann er Night Court, hann er pale. Ég sé hann fyrir mér svona sem blendingi, sko. Aha. Já. Ég sé Cassian meira þannig, sko. Svona gett hana. Ég sé þannig gæja meira svo Cassian. Cassian með svona sítt hár og... Ok. En allavega, við erum ekki að tala um það. Já, við erum ekki að tala um En það. ég sé fyrir mér hana leikaran sem leiki hana að allar gælur eru að simpa yfir einhver Netflix-spóla þar sem hann er eitthvað og Chloe var með honum einhver PR-eventi. Já, þarna ítalski, eða veit ég hvort það sé ítalskur, en hún var með hann lúkkar smá Ítalíu, já. hún var með hann að Dolce & Gabbana. Já. Hann er einmitt face of Eros Dolce & Gabbana right now, eða ekki? Einmitt, ég er sammálar, ég sá hann þannig fyrir mér. Ég ætla bara að tjekka hvort það sé ekki hann... Hvernig getur googlað hann? Veitu, hann var í einhverju Netflix-dæmi sem að þú horfður á, eitthvað það ekki? Eitthvað Nei. svona sex, eitthvað. Ég horfði ekki á það. Hann er ekki sex life, sko. Nei, ekki sex live. Hann er í einhverju spólu, ég hef ekki séð hana, sko. Nei, ok. Hvað heitir, hvernig getur googlað hann?
Chloe Men, Dolce Gabbana. Guð, hvað heitir hann? Við eigum alveg að vita þetta, sko. Held ég. Hérna er hann. Hvað heitir hann? Michael Morone. Michael Morone. Já. Ég veit. Sá hann fyrir mig svona. Akkur er mynd af honum? Ha? Er þetta hann? Nei, þetta er ekki gaurinn. Þú veist, ef þið googlið bara núna... Hann er svo fokkin líkur honum. Já, ef þið googlið núna bara Twisted Love og farið í Images, þá er bara eitthvað mynda okkur Dúdda. Fram á okkur coveri. Ég veit ekki. Það gæði sem lesa þetta. That can't be. Það. Veitir ná við. Þess að fyndið fólk tala að það sé bara svona known thing að eitthvað, is Twisted Love a spicy book? Hérna stendur, is Twisted Love an 18+ book? The recommended age is 18+. Já, ég skil það. Það getur ekki bannan um að lesa bók eða? Nei, þú getur það ekki, held ég. Ég fæ ekki upp, jú, hérna hann, þessi dúti hérna. Já. What? Og hvað dúti er þetta? Ég veit það ekki, þetta er eitthvað weird. I need to know, ef þetta er gæinn sem er að lesa. Nei, við verðum að... Annars ekki að fyndi það að setja bara eitthvað random alvöru dúta framan á. Já, einmitt. En þetta er greinilega hvernig hún sér hann fyrir sér. Og þetta er bara nákvæmlega eins og Michael Monroe. Herðu, þú veist, Netflix er búin að kaupa þetta. Hættu nú. Já, auðvitað. Has bought the rights and Þessi gæi er að fara að lenga þetta, sko. Twisted Love for astounding 7 figures. Þetta er að fara að vera, ætla þetta verið þá ekki þáttaserja. Ég vona það, þá að fá meira. Jú. Er eitthvað komið eitthvað casting eða? Ángríns. Herru, hann er með þessu ítalskur, hann Michele. Já, er það ekki? Jú. Ok, veitu, það er smá silence hérna. Já, sorry. Það er að komast að því hver gæinn er on the cover. Nei, ég er að segja hvort þessi komið eitthvað casting. Twisted Love. En hérna, nei, það er bara komið svona Dreamcast, eða þú veist þannig. Það er ekki búið að þau voru bara að kaupa réttindin á þessu, sýnist mér í janúar þessu ári, Netflix, þannig að það er ekki búið að kasta í hlutverkin, sko. Nei. En ég er ekki ennþá búin að áttum á hver í anskunum er framan á þessari covermyndi, þurfum ekki að komast að því. Nei, ég ándi að sé deg, sko. Hvað? Hvað er þetta að pæla? Ekki er þetta gæinn. Hvað gæi? The narrator. Nei, ertu búin að googla hann? Já, ég held að Æ. Ég vilti sjá hann. Já. Nei. Nei, Sunneva. Þetta getur ekki verið hann. Nei. Þetta getur ekki verið hann. Nei. Býtu nú. Sýndu mér hann. Ég ætla að hlusta á... Býtu. Þetta er ekki hægt. Þú ert búin að eyðileggja bókina, sko. Hún er ónýtt. Ég held að þetta var ekki einn frá hann á bókinni. Ég held að við ætlum ekki að gera þetta strax. Því ég bara, what's more to say þegar við erum búin að sjá þennan mann. Má ég sjá þennan mann? Er þetta í alvörinu hann? Þetta er í alvörinu Aiden Snow. Hvað er minn góður? Ok, fyrir. 22. Alex. Right. Didn't take long for me to secure the penthouse and all, but Það má aldrei Google a svona. luxurious suite. Þetta er maðurinn. It was so fucking hard, my cock. Það getur ekki hægt. Hún er ónýtt. The AI guy I had in my mind. Þetta er ónýtt. Þetta hlýtur... delete this from your memory. Oh my god. Pældu að hefði googlað. Áður. Það má ekki, sko. Ég mun aldrei googla Rís, til dæmis, úr hérna Akkutar. Aldrei. Nei, aldrei. Aldrei. Ok, við gerum frá hans. Aldrei googla after the narrator. Nei. Nefnum að segja eitthvað funny. Nefnum við hötum hann eitthvað svona. Já. Þú veist, hötum karakterin sem hann er að lýsa fyrir eða eitthvað þannig. Oh my god. Þetta var hæðilegt. So sorry about that. Ekki googla að þið vilja skemma þetta. Nefnum, já, ég veit ekki. Kannski er þetta típan einhvers. En þú veist, þetta er bara allt annað en ég ímyndaði. Þetta er bara ekki gaurinn í bókinni. Nei. Þú veist, þetta er ekki hann. Þetta er ekki Alex. Nei, þetta er ekki Alex. Skilur, þess vegna erum við Þetta er Aiden Snow. Já, þetta hljómar er frekar sexy. Já. Allavega. Gleym þessu. Delete this memory from your memory. Áfram gakk. Hvernig fannst þér bara svona overall? Mér fannst þetta bara gott stöfs, sko. Já. Svona með við ástasögu. Já. Náttúrulega smá
var smá svona stalkerish, manipulative í endan. Já. Sérstaklega þegar hann byrjar að stalkera hana og eitthvað og þú veist, ég bara svona, ok, þegar hann segir líka eitthvað hver einasti maður sem þú með, þá mun ég drepa hann, skilurðu. Ok, hún getur þá aldrei verið með hennum. Þannig að, basically, maður veit ekki hvort hún var really in love with him, skilurðu. Já, einmitt. Það er svona eina enn sem ég er svona að reyna að horfa framhjá því og henni langaði þetta, skilurðu. Og að þessu happy, sko. Já. En hérna, já, overall, ég fílaði hann alveg, sko. Já. Ég, bara gott, þú veist, ekki bara kynlífsbók eða eitthvað þannig. Nei. Gott twist, double twist, annað twist ofan í twistið og annað twist ofan, eða svona fullt af twists sem ég fílaði. En þú veist, ég var alveg að skrifa í notes bara, oh my god, er frændin gæinn sem drap fóreldrana, eða þú veist, ég var bara svona, að ég var bara svona, að reyna að muna svona hvað, ég veit ekki hvort ég skrifa eitthvað annað sem að verða nafna. Já, checkaði notes. Já, ég, Já, það var líka, með mamma hennar dó 444. Já, það var reyndar. Það var alveg svona, wow. Já, hún var alltaf að vakna 444. Já, my mother's been sending me signs. Já, hann var ekki hún var ekki the bad guy. Já. Paldi að halda öll þessi ára að mamma einn reyndi að drepa þig. Ríkulegt. Svo var það bara pappi þinn. Já. Og þú veist, það kom alveg svona óþorfa dæmi sem var svo næs fyrir eins og þegar hún fóð bara með ammæliskökuna til hans. Og svona fekk maður að vita, ok, hún er ekki alveg, henni finnst ekki off við pappa sinn. En þú veist, í svona mörgum bókum þá hefði þetta verið bara sleppt. Hún var bara sagt bara, ég veit ekki, ég og pappi minn eigum ekki það góð saman. Já, sammála. Það er alveg, mér fannst svona vel skrifuð, ógeðslega vel skrifuð. En þú veist, mér fannst bara svona fín bók. Þú veist, mér fannst vel skrifuð, með svona detail allt vel, ég elskaði, þú veist, ég elska litla dítela og svona, þú veist, má fara svona aðeins dýpra heldur en að valda bara ekki hratt yfir eitthvað, veist, ég vill alveg heyra hvernig vinkonurnar líti út, ég vill alveg, þú veist, ég líka. Ég fíla það. Ég vil það. geta ímynda mér allt svona, af því að, þú veist, annars sé ég bara stick figures, skilur. Ég veit það, já, og ég, þú veist, einmitt, og vildi sjá, þú veist, heimilið, þú veist, einmitt, bara svona, umhverfi og allt það bara, þú veist, og Aston Martin bíllinn og bara, ég veit ekki, ég fílaði mér svo vel skrifu og allt það, mér fannst bara svona, þú veist, ég veit ekki, maður orðin eitthvað frekar sikk eða eitthvað, þú veist, ég hausnum í svona bókum því ég var svona eitthvað, ég vildi eitthvað meira plott. Já. Ég veit ekki okkur. Mér finnst plottið gott, með það sem maður hefur verið að lesa, sko, þá, þú veist, það er engin önnur bók sem þetta er með betra plott fyrir þannig Silent Patient, skilur. Og mér finnst Verity með betra. Já, Verity var fínt plott líka, ég má gleyma henni. Hún var svona stutt. Ég sammála, ég bara tala um plotti, og líka þetta er fyrsta bóki sem við lásum, sko. Já, ég veit að hún alltaf á okkur stalli hjá manni, skilur, bara svona óvart, skilur. Já, ef við myndum að hlusta hann aftur, þá er hún örugglega ekki eins góð. Örugglega ekki, sko. Þannig að standardin okkar voru 0 þá. En það var líka það sem ég held að líka svona left you, bara svona, ég man bara þegar bókin var, hvar ég var, því ég var bara síðustu mínútin í bókinni Verity, ég var bara, bókin var búin, ég fæ ekki að vita hvort það er rétt, eða, veist, hvort hliðin það var, þú veist, ég held að það var svona, þú veist, þetta var svona klæmaks þarna. Já, ógeðslega pirrandi, en þarna var þetta svona klæmaks og svo eitthvað svona, nei, ætlum ekki að vera saman, svo vissur, jú, það er klukktum eftir að bókin. Var það ekki bókin með aukakaflánum? Nei, ég er að tala um þessa bók núna, Twisted Love, þú veist, eitthvað svona, við ætlum ekki að vera saman, þú veist, allt búið að gerast, búff, svaka, þú veist, ok, hún nær að bara fara í sundlaugina sjálf, bara face her fears og eitthvað svona þannig, en svo vissum maður allir tíma hvað þeir að fara að vera saman. Ég veit ekki. Öllum svona bókum. Já, ég veit ekki, þú veist þess að ég segi, mér fannst þetta fín bók. En hefur viljað að það myndi ekki enda saman? Mjög vel skrifið, nei, ekkert endilega. Nei. Mér finnst bara vera að eyða tímanum okkar. Með að segja endin? Nei, með því að hafa þau í sundur. Já. Hann eitthvað ekki viðurkenna fyrir sjálfu sér, auðvitað ertu alltaf að fara að enda með henni. Já, mér finnst það svona að gefa svona, ok, það er alveg komið eitthvað tími og eitthvað. Já. Og hann var eitthvað að reyna að protect her og eitthvað. En svo náttúrulega, það kom alltaf, það voru 2 vikur, alltaf, hún kemur eitthvað, já, 2 weeks from þetta incident, svo kemur hann 4 weeks, þannig að leiði alltaf svo tími. Já. Svo náttúrulega var hitt 6 months, þannig endan. Já, það ár, þegar hann var líka búin að vera í London í eldana. Já, það? Sorry, bara, what are you doing?
Ég er eins og ég segi, þú veist, ég veit ekki, ég fíla, maður svona ógeðslega vel skrifuð, maður dítalarnir mjög skemmtilegir og mér fannst sjónarhornin líka þeirra tveggja alveg svona samfærandi, þú veist, eins og ég segi, þetta var alveg svona skrifað manni, þú veist. Það var það. Já, þannig að mér varst það gaman, sko, en ég veit ekki af hverju, ég get ekki pinpointa hvaða við plotti sem að svona varð mig fyrir vonbrigðum, ég veit ekki. Ég veit ekki heldur. Nei, ég veit ekki heldur. Það var gott plott, sko. Já. Gott plott. En já. Ef við bara gefa rating, eða? Já, það ekki. Af 5 ég held ég gef alveg svona ég held að ég ætla að henda í, þú veist, ok, hún er ekki 2 af 5 spicy, halló. Nei. En samt skilur ef fólk er að lesa 5 af 5 spicy þá er það bara allan tíman. Hvað eru þið þá að lesa? Þessi kapli var 5 af 5 spicy. 100%. En 100%. Það er að tala alla bókina í heildsinu. Já, nei. Það er með þannig spicy skala eða eitthvað svo skrifir. Já. En já. Hún var bara spicy og svona. En thank God, hún var ekki bara þetta allan tíman. Nei, ég bara sammála. Þú bara heyrt orðið kokk og eitthvað og kömm og eitthvað svona dæmi. Þú voru duglega líka að ríða. Já, þau elskuðu að ríða. Já. Good for them. Það var það mjög skemmtilegt. Já. En svo eru líka að fara dates og dinner og þannig. Já. Ég fílaði líka sko við hann að þú veist það er oft svona emotionally unavailable gæjar og svo náðar að þú veist brjóta í melt the ice heart en það er svona að verða exclusive alltaf eitthvað svona ég má ekki segja orðið og þá bara hleypur hann í burtu með hann þá var hann bara yes we're fucking exclusive but you're never gonna be any man ever to me you wanna date, you wanna do this ég var bara ok nice það er ekki svona eitthvað ef hann segir óvart eitthvað my boyfriend þá er hann ekki að fara að hlaupa í burtu það er það sem ég fílaði við þennan karakter ég reyndi að samla því, það er góð punktur sko ég samla því að hann var bara eitthvað svona hvað fokki meinar þú ert fyrir að vera mér alltaf þá ertu bara kærastu mín það var ekki no bullshit no games ég veist mjög þetta skemmtilegu karakter það er búið eyðileggja hann nei, ég var fann gleymið svo helst ég sjá fyrir mér Mikaela og típuna sko alveg dólsíka banna sko en samla já, eins og ég segi, mér finnst karakterinn alveg skemmtilegir. Það er eitthvað ég veit ekki hvað við plotti eitthvað sem bara náði mér ekki eitthvað. Kannski var það því að þú varst að hlusta 1000 Speed eða eitthvað. Já, stundum var ég að því, sko. Alltaf þegar eitthvað svona mjög mikilvægt að það slói alltaf. Já, ég líka, sko. Þú veist, þá þarf ég að heyra hvert einasta. En ég veit ekki. Ég var bara búin að held ég ímynda mér hann meira twisted. Já. Held að myndi að gera eitthvað verra. Þetta er rosalega slæmt sem hann gerði í Byrtalíf. Er you okay? Nei, ég spyr kannski ég vandamáli en hann var búin að það hljóma alltaf fyrir mér eins og hann hefur alveg drepið fólk áður og eitthvað já, fannst þið það? Já, alltaf bara kannski var það bara það en samt að maður manipuleitaði í 8 ár bara held að þessi besta vinkona nei, besti vinnuðin og eitthvað en þetta varð vinnur hans, skilur já, ég veit það en það var ekki planið hans pælti ég væri bara búin að vera þú veist, bara plottið mitt væri bara eitthvað en koma svona þær fjölskylduninni en þú veist, það er hræðilegt, þú segir það, skilur og þegar maður svona telur þetta upp, en ég veit ekki hvort það bara svona, mér fannst það skila sér í bókinni skilur, mér fannst, eins og ég segi svolítið bursta hratt yfir plottin mér finnst, já, hennar megin fannst mér vera svona minna shocking að því að þá bursta svo hratt yfir það mér fannst líka hans megin já, hann svo drapar bara já, bara skaut hann bara ekkert eðla og svo var hann bara það var bara allt fake löggur já, það var þetta rosalegt hann er ekkert eðla powerful já, en fannst það ekki vera svona bara ógeðslega powerful já, það var alveg svona smá möts já en ég er svona það alltaf að minnum á ég er hlusta bók já, ég veit það it's for my entertainment it's entertainment ég ekki hafa alltaf realistic sko ég elska þegar fólk í svona bókum og ég elska svona geðveikt powerful og rich ég elska og þegar maður sér aldrei inn í þannig heim það er svo gaman og sérstaklega þegar að súmanniski on your side hann var bara með þessi meðlingilega bara eyðilega lífið, ég bara fuck eyðilega lífið já hann getur bara snap of a finger, ég bara I love it do it, já, ég sammála það er ógeðslega gaman þegar maður fer inn í svona heim eitthvað annars sem, þú veist, að þessi heimur er til en maður bara er ekki að ég sammála, sko hann er mjög málið fantastisk að við með þeirra, sko já ég elska þegar hann er bara
og hann bara 27 ára bara ríkast ég bara, why not? En mér langar að heyra meira Já, um líka, það, þú veist, að því að hann var bara búandi í húsinu sem Joss átti, ég bara, nei, getur verið bara eitthvað hellu pentósi, getur verið bara í ykkur, þú veist, eins og þau leiðir hótelherbergi, það gerði þetta miklu meira sexy heldur og sérst bara í húsinu hjá Joss, sko. Já, miklu meira, en þar líka var the sex Já, I know, en þú veist, gátu ekki ofta verið á okkur svona hellum stöðum. Það var hann bara aðeins í endan þegar hann kemur heim. Þú veist, auðvitað búa þarna saman, já, og hann eitthvað, þú veist, þetta er með tvöfalda sturtu. Já, hún var bara dauða. Já, bara hver er sturtunni? Já, hún var aldrei að svara, ég var bara, oh my god, er hún fyrir að vera bara dreppin? Já, svo bara kemur hún fram með handklæðina, og það taka handklæði af. Her slim figure. Ég var svo mjög fegin, ég var bara, oh my god, er hún í alvegni að fara lappinu og bara búið að drepa hana? Já, ég bjóst við ykkur svona... Eða bara kipnað eitthvað, af því að þú veist, það er náttúrulega eitthvað svona Ukrainian, Russian mafia hana á eftir þeim eða eitthvað. Er það ekki? Hann alltaf var Úkraínu? Jú, nei. Og hann alltaf, jú. En hann var búin að drepa Ívan, sko. Já, en hann var alltaf að tala rússnesku við, þú veist, mafíu og svo gengi sitt þessu. Já, alveg rétt. Gæi. Jú, já, þú veist, einmitt. En ég held einhvern veginn, þú veist, að því þegar við áttum svona mikið eftir á bókinni, ég held að það á eitthvað eftir að gerast. Já. Það á eitthvað eftir að gerast. Þannig ég held að það sé vonbrigði mín. Já, getur verið. En ég var svo mjög fegin. Ég var svona, oh my god, nei, ekki láta eitthvað, þau eru svo loksins góð. Já. Og komið þannig í penthouse, ég vil bara meira í penthouse-unu. Bara penthouse sex og eitthvað. Já, ég sá það, þú veist, en svo bara líka þegar komin að fréttinir með have you heard for Bridget, þá var ég bara, oh my god, það er búið að drepa bróðurinnar. Svo bara, hann giftist ykkur flugfröðu. Já. Ég bara, come on, ég held að það var sko búið að drepa alla royal family hana. Já, hún var bara orðin drottning. Já. Það var hellað. Það var reynda hellað. Já. Hún hefði getað breytt í þannig, sko. Já. En hún vonandi með góða ástæðu okkur. Já. Hún var ekki verið orðin drottning. Já, en þú veist, það er búið skemmt. Ég er ekki að fara að hlusta næstu. Nei. Þú veist, við höfum nógan að hlusta það, já. En já, ég gefin alveg á með því það sem ég er að gefa öðrum. Ég gefin alveg svona 3,7. Já, ok, ég var að hugsa 3,8, en já, þannig við erum alveg svipuðu leveli. Já, þú veist, ég er bara að gefa henni 3,7 með þess. Það er alveg góð einhvern. Það er alveg góð einhvern, já. Það er alveg svona 7,5,8 af 10. Ég veit ekki okkur erum alltaf að gefa þessu af 5. Já, ég veit ekki. Það glöður að gefa 10. Já, en 3,7, ég er sammálaður, þú veist, já. Hún er ekkert yfir 4, skilur. Hún er ekki yfir 4, nei. Það er líka þannig bók. Ég sammála. Veistu hvað ég meina? Þetta er bara svona fín bók, skemmtilega, fín plott, skilur, en þetta er ekki Þetta er ekkert eitthvað crazy, en þetta er svona bara góð hlustun, skilur. Já, samla. Ok, ég er ánægð með þetta. Ef þið er ekki búin að hlusta á hana og eru bara að gefa forveitin og vildu spoila, þá mælum við með að vera 18+. Já, algjörlega. Herru, hún er með 3,7 líka á Storytel. Það er bara flott einhver fyrir hana. Já, það er bara mjög flott. Það er líka alveg flott, sko. Já. Þú veist, hún er alveg svona, hún er annarkvort, ég náði aðeins að kíkja BookTok, hvað BookTok var að segja hana. Hún er svona annarkvort bara elskuð eða hötuð. Samt sé allir þetta sé versta bókin í seríunni. Að það, típist að svona láta okkur vilja hlusta meira. Ég veit það. En veit það var eitthvað, sko, að því að systir mín, bókanördin, hún bendi mér á þessa bók. Ég vissi ekki neitt. Hún fílaði smá spæsi, sko. Ég fattaði samt ekki, að því hún var bara, sér bara tvistlaði eitthvað rómansaga, ólíkt þér, eitthvað. En hún sýndi mér að vera eitthvað svona væra samt á TikTok. Með þessum, með þessum gæja. Eitin Sná. Ertu búin að finna það? Ég veit það ekki. Ég fann hann alveg ekki þegar ég var að searcha. Já, ég var bara að searcha Twisted Love og eitthvað. Og það er svona svo gaman að skoða alltaf TikTok svona eftir að maður les bók. Ég veit það. Veitu, spicy chapter. Er þá eitthvað sound úr chapterinu? Já. The chapter. Ég held það. Ok, ég finna það ekki. Allavega. En já, með svona BookTok review, skilu, það finnst með fólk vera á öðru hverju, bara, oh my god, geggið, eða bara ömurlegt. Alla bækur. Já. Það ekki. Ég hef aldrei heyrt bók sem að allir elska. Jú, það er alveg til sumar. Aha. Já. Eins og? Mér fannst alveg Silent Patient vera þannig, þú veist, ég hef ekki séð. Það er enginn að tala um hana. Þegar við vorum að skoða hana, þú veist, þegar maður flettir því upp, þá mér var svona, ég sé bara svona að marga bækur bara mælu með þessu, skilur, ekkert bara eitthvað svona, hei, tölum þessa bók. Nei, já. Að maður má ekki tala um hana eiginlega.
Nei, svo er það. Alltaf ekki fólk er ekki búið að lesa hana. Nei, það má ekki, sko, guðmuggur. Já. En þess, já, ég veit ekki. En þetta var svona, þú veist, fólk var bara, þetta var ömulegt, eða þetta var bara, þú veist, gott. En sá að sumi voru að segja, þetta var í versta bókin í seríunni. Það er alltaf þannig. Já. Fyrsta bókin er alltaf versta bókin. Þannig að við vitum það allavega. Já, ef þið voru bara 5/5 þá bara hendið ykkur í næstu. Já, klálega. Kannski gerum við það í daginn eða eitthvað leist. Já, kannski. Sorry. Herri, þú ætlar að draga næstu bók. Já, við erum með hattinn góða og ég ætla að draga. Ok. Þetta eru bækur sem við fundum bara svona á BookTok. Já, og þið mældu með og eitthvað, sko. Þannig að við ætlum að draga úr þessu. Ég er spennt. Ok, Rock, Paper, Scissors eftir Alice Feeney. Ok. That's the next one. Rock, Paper, Scissors. Veistu eitthvað hana? Ég var búin að sjá coverið. Ok, er þetta róman, þetta hljómar eins og eitthvað svona... Þetta er eitthvað hjónaband. Já. Hjónaband? Það er ekki oft sem maður lesi eitthvað svona married couples bækur. Nei, þetta er eitthvað svona... Já, stendur hérna, ef við bara horfum á coverið, ég er ekki búin að lesa neitt, ég er ekki búin að sjá einhvernina neitt þannig. Marriage can be murder. Já, ok. Það er bara sem stendur framan á. Ok. Og svo er eitthvað svo tveir svona pappírskallar. Já. Og þetta er kategóría thriller. Já, það er alltaf murder. Já, en hitt var kategóría romance. Já, það var ekki svona aðaldæmi, það eru ekki eitthvað mikið spicy í þessu. Nei. Og ekki svo ástasaga. Interesting. Að þau eru gift. Já, kannski. Kannski eins og Mr. og Mrs. Smith dæmi. Kannski, þetta er eitthvað svoleiðis. Hvenær kom þessi út? Ég sé það ekki. Ég ætla ekki að lesa hvað hann er meira. Ekki heldur. Ég nenni ekki, og ekki reviews, að ég vil ekki einhver máli mína skoðun. Nei, það má ekki gera fyrir. Bara eftir. En ok, þetta var skemmtilegt. Yes! Herru, við tökum þá fyrir þessa í apríl. Já, sjáumst í apríl.